út á hljómplötu einhvern tíma 1968. Já. Eitthvað slags. Þá vorum við ekki nema 7 ára. Já, þegar við vorum rétt nýbúin að læra hljóðfæri. Þetta svona saga eins og öll góð lög eiga að vera. Þetta svona saga og húmor. Þetta alveg sprengklægilegt, þið verðið að taka eftir því. Mjög skemmtilegt. Já, þetta þótti mjög skemmtilegt lag í gamla daga. Þykir enn. Þykir enn. Og heitir Jón Pétursson. Jón Pétursson hann labbaði til læknisins einn dag til að leita þar við meinum sínum bót. Í krampleiki einn ógurlegur dvaldan sálarhag sem sé kuldi bæði í hægri og vinstri fót. Læknir settur merkisvip og ráðinn gaf hann greið, já þér gleypa verði skammta Pétursson. Og bæði kvölds og morgna að ganga langa leið, svo að listin aukist herra Pétursson og svo labbaði hann af stað. Skammtana hann gleymdi og langa gekk hann leið, því að læknis vildi hann nota ráðgjafi. En eftir hálfan mánuð á biðstofunni beið, með báða fætur kaldari en fyrr. En sami grautur ennþá í sama dalli og hér sést ei breyting mælti læknirinn. Þá vil ég kenna ráðið sem allvel reyndist mér, því að reyndar tjái mig sami krampleikinn. Ef hátta ég á kvöldin seint og sofna bælum, það sem ég hafi fæturna ís. Þá innundir til konunar ég sting þeim bara stund, og sú stund mér hinn æðsta paradís. Jón Pétursson af virðingu þá roðnaði eins og rós, já þau ráðin nýðar virðast mér í köld. Berðu brúnni kveðju mín og láttu það í ljós, að mig langi til að byrja strax í kvöld. Berðu brúnni kveðju mín og láttu það í ljós, að mig langi til að byrja strax í kvöld. Þetta var Jón Pétursson. Þetta var Jón Pétursson. Þið skildu alveg húmorinn í þessu, það ekki? Þetta er svona... Jó, ég skildi þetta, sko. Hann ætlaði að fara, sko, hann hélt að læknirinn væri að bjóða sér að koma til konunar sinnar og sitja. Er það ekki þannig? Þetta var svo skemmtilegt. Þetta var svo fyndið. Það er ekki alveg svo vitlaus. Nei. Þetta fannst mér fyndið. Þetta er okkar húmor.